Ísland liggur á mörkum jarðskorpufleka. Tveir stærstu jarðskorpuflekar jarðarinnar, Norður-Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn, mætast hér, en á leið hvor í sína áttina. Landið því í raun að togast í tvær áttir út frá flekaskilunum sem liggja eftir Reykjaneshryggnum og Atlantshafshryggnum suður eftir öllu Atlantshafi. Á þessum skilum gýs reglulega, gjár myndast milli flekana og nýtt hraun fyllir upp í. En fleira þarf til að land eins og Ísland myndist. Ísland talið sitja á svokölluðum heitum reit. Þeir nokkrir á jörðinni og taldir liggja ofan á möttulstrókum. Strókum af heitu efni sem rís djúpt úr iðrum jarðar, jafnvel allt frá kjarna jarðar sem á 3000 kílómetra dýpi. Efnið bránar eftir því sem þrýstingurinn minnkar og til verður hraunkvika sem stígur til yfirborðs og fóðrar eldvirkni heita reitsins. Einmitt þess vegna tók Ísland að hlaðast upp í endurteknum eldgosum yfir 20 milljónir ára. Þess vegna hér mikil eldfjallavirkni og jarðskjálftar tíðir. Möttulstrókur undir flekaskilum og virknin sérlega mikil. Jarðskorpuflekarnir færast hvor frá öðrum 2 sentimetra á ári og Ísland rifnar í sundur eftir eldgosa á jarðskjálftabeltunum sem við lærðum flestum í grunnskóla. Eldgosabeltin ná yfir nærri fjórðung landsins og skiptast í ríflega 30 virk eldstöðvakerfi. Í hverju kerfi fjöldi gíga og gossprungna og oftast ein eða fleiri megineldstöð eins og Hekla, Katla, Grímsvötn, Bárðarbunga og Askja. Og þetta líka ein af forsendum nútíma velsældar á Íslandi. Fyrir utan þá staðreynd að landið væri einfaldlega ekki til án eldgosa, þá byggjum við bæði hitaveitu og hluta raforkuframleiðslu á jarðvarma og mikill jarðvarmi í raun oftast merki að svæðið sé virkt og þar geti fræðilega séð gosið. Þegar Reykjanesskagi og suðvesturhluti Íslands skoðaður, sést vel hversu þéttbýlissvæðin þar nálægt virku svæði, þótt síðustu gosin hafi verið fyrir á milli 800 og 2000 árum. Fyrstu nokkur hundruð árin í Íslands byggð, þá var óvenju mikið af eldgosum á Reykjanesskaga. Það rak hvert gosið annað, alveg frá upp úr 900 og fram til 1240 og þá hættir það. Þannig að síðustu Íslendingarnir sem upplifðu eldgos á undan okkur voru bara Snorri Sturluson og hans fólk. Og sé litið til síðasta eldgosatímabils, þá virtust öll eldstöðvakerfin á þessu svæði hafa tekið við sér á sama tíma. Þannig að við verðum að reikna eiginlega með því að svo getur farið, að þau taki við hvert af öðru. Fagradalsfjall hefur tekið við sér og kerfið sem kennt við Eldvörp og Svartsengi. Einnig hefur verið virkni í Krýsuvík og við Reykjanes. En önnur kerfi skagans hafa ekki hreyft sig enn. Og við verðum eiginlega að reikna með að einhver tíma í þessari atburðarás komi að þeim. Og það að sumu leyti kannski alvarlegra vegna þess að það færist þá nær höfuðborgarsvæðinu. Kerfin sem enn í dvala brennisteinsfjöll, þar sem orðið geta stærri jarðskjálftar en fundist hafa síðustu ár. Austasta kerfið svo hengill. Eldgos á Reykjanesskaga að sögn Páls sjaldan mannskæð þótt þau ógni innviðum. Þar verða ekki sprengigos nema gjós í hafi, heldur flæðandi hraungos. Jarðskjálftar verða heldur ekki mjög öflugir þar sem bergið fremur mjúkt, en fleira kemur til. Þessari kvikuvirkni fylgja sprungurhreyfingar sem alveg burt séð frá jarðskjálftunum. Það tiltölulega auðvelt að hindra tjón vegna sprungurhreyfinga með fyrirbyggjandi aðgerðum. Það að segja, ef menn passa upp á það að byggja ekki byggingar þvert á yfir sprungur. Sambærilegar sprungur má finna til dæmis í Hafnarfirði, Norðlingaholti, Urriðaholti og Mosfellsbæ. Sprungusveimur Krýsuvíkur kerfisins liggur í úthverfum Reykjavíkur og Kópavogs. Þar þarf að taka tillit til þess og hefur að hluta verið gert. Það byggja ekki klofvegg yfir sprungurnar.